Já, komið heil og sæl, verið hjartanlega velkomin í þáttnum með hvað, Birgir Karl, 211? 2200? Vá, hvað búin að taka marga þættir maður? Já, varst að taka eitthvað upp á hans ég viss af það? Nei, já, þetta þáttur 211. Já, vá maður, en það samt engin smá tala heldur sko, þannig að það nú bara... Þannig að það, ef að starffræðin ekki að klikka, þá einhverjir 150 þættir sem fengum þennan gest síðast. Já, náttúrulega... Því lík ánægja að fá þennan gest eftir í setti árum við komum betur á honum, þá þetta autosentir menn. Jú. Færið framrúðu plástrana hjá autosentir. Já, það ekki bestu plástrana? Jú, þeir eru náttúrulega stúdfullir af þekkingu og tækja búnaði. Alltaf på 10 af þeim? Já, þannig að ef þið eru með Tesla sem að lendi í tjóni. Autosentir. Þá það autosentir og svo það auðvitað sá Mexikoski, Fresh Happy Mex. Serrano. Sko ég lengi tala fyrir því að það sé ekki sjálfsagt að fá góðan mexikoskan mat á Íslandi. Nei, sammála því. Og við eigum að vera þakkláttir þeim herramönnum í Serrano sem að gera ferskan, hotlan skyndibita á hverjum einasta degi með góðri samvisku. Já, þetta svona einn af fáum skyndibitunum sem þú þarft ekki að hafa samviskubiti yfir að borða. Þetta í raun og veru, sko, þú ættir að sýna þessum heiðismönnum sama þakklegt og ættir að sýna Icelandair og Play, sko. Það nú bara þannig. Já. En að þætti kvöldsins, gestur Tjessar Dark í kvöld, þetta næst síðasti þáttur 2024 Bogi Nils Bóasson, forstjóri flugfélagsins Icelandair, vertu hjartanlega velkomin. Takk hérlega fyrir, takk fyrir að bjóða mér aftur. Það er 50 þáttum síðar. Okkar ánægjan, já. Byrjum á því, ertu komin í jólaskap, Bogi? Já, ég er komin í hörku jólaskap. Já, það ekki. Jú, þetta er alltaf mjög skemmtilegu tími desember, ekki síst þegar kemur snjór aftur, það er svo miklu skemmtilega að hafa snjó í desember heldur en hérna rigni eða sudda og svona myrkur. Er mikið að gera hjá okkur í kringum þennan tíma? Það er mjög mikið að gera í fluginu núna hérna og síðasta vikan fyrir jólin sjálf, 24. er mjög mjög stór áætlun hjá okkur og það er oft verið þannig á þessum tíma að veðri getur verið allavega og haft áhrif á flugi og þannig hefur það verið síðustu ár, vikuna fyrir jólin, þannig að við erum undir allt búin. Og hvernig verður þetta gengið undanfarna daga? Bara svona allt í lagi, það hafa verið ákveðna senkanir vegna veðurs og eins og heilt yfir þá það er náttúrulega lykilatriði hjá okkur og fókusin hjá okkur að koma öllum á áfangastaða svona fyrir jólaháttíðina. Já. Og svo far svo gút og eins og segi einhverja senkanir út af veðri en við gerum bara ráð fyrir því að standa okkur í þessu eins og alltaf. Já. Áður við dæmum okkur að fullu afli í kjöti á beinunum, þá langar mig að spyrja, ertu búin að græja jólagjafirnar eða ertu að vera með þær á Þorláksmessu? Ég er mjög langt kominn. Bæði það sem ég sé sjálfur og það sem ég og konan gerum saman, þannig að þetta bara ágæti skipula á sig ákonuna, en svo er alltaf gaman að eitthvað smottir í eftir svona á síðustu stundu. Jú. Ljómandi gott. Sko, vindum okkur yfir í Airbus, þið voru þessi díll við Airbus, innilega til hamingju með hann. Takk hérlega. Þetta er stórt. Þetta er gríðarlega stór samningur og er bara stærsti samningur á Íslandi í svona viðskiptasamningur í Íslandi sem fyrirtæki hefur gert. Einmitt. Það þessu farið einhverja mikla greiningu að því en þá er þetta mjög stór samningur sem við gerum við Airbus á síðast ári þegar við pöntuðum 13 XLR-vélar og erum með 12 rétti til viðbótar. Þannig að þetta er alltaf 25 vélar. En síðan erum við búin að tryggja okkur 7 vélar til viðbótar og erum þegar búin að fá þá fyrstu og 3 ár til viðbótar koma svo fyrir næsta sumar. 7 vélar til viðbótar, hvernig er þetta 13 pluss 7 komnar í flotan eða? Nei, það er bara ein komin. Ein komin, já. Og koma svo 3 ár til viðbótar fyrir næsta sumar, fyrir sumar 25. Síðan eru 3 ár til viðbótar fyrir sumar 26. En síðan erum við að fara að fá þessar XLR-vélar. Þetta eru LR-vélar, 421 LR sem að koma núna á þessu ári og næsta og þar næsta. En síðan XLR-vélarnar sem að geta flogið lengra, að það byrjað að koma í síðasta lagi 2029 og það eru 13 vélar þannig sem við erum búin að panta og erum með 12 svona kauprétti til viðbótar. Já, það svona langt í þær ennþá? Það svona langt í þær vélar en tími liðum og hratt í þessum bransa eins og annar staðar en við erum búin að tryggja okkur 7 sem þá að koma núna á næstu 15 mánuðum. Þannig að fyrir sumarið 26 að þá verða komnar 7 Airbus 421 LR vélar í flotan. Sko, svona dílar, þetta er líklega, þú ringir ekkert bara í Airbus og pantar þetta eða eitthvað? Ég ætla að fá eina, ég þarf að fá hana fyrir næstu viku. Nei, þetta er náttúrulega búið að taka mjög langan tíma og fara mikil vinna sem búið að leggja í, bæði hjá okkur og Airbus og
og þá má ég segja að þetta hafi svona hafist 2011 ef ég man rétt, þegar við fórum í mikla greiningavinnu fyrst og síðan samningaviðræður við bæði Airbus og Boeing sem endaði með því að við pöntuðum Max-vélarnar hjá Boeing en þá munaði mjög litlu þegar við farið yfir í Airbus þá við vorum bara með bæði teimin í Herbyggi á Hotel Natura frá Airbus og Boeing sem sagt og þetta endaði með samt að við gengum frá Max-pöntununum og það var bara mjög góð ákvörðun með að við þau gögn sem við höfðum á borðinu þá og vélarnar að reynast okkur algjörlega frábærlega. En síðan þegar LR-vélin kom fram hjá Airbus, þá fórum við ákveðna viðræður við Airbus aftur. En síðan skall þessi Max-kyrrsetning á okkur og COVID og þannig að við settum allt svona á ís. En fórum svo á fullt aftur núna fljótlega eftir COVID sem endaði svo með þessum samningi við Airbus. Hvernig taka Boeing-menn í þetta þegar þeir heyra þessum fréttum? Þeir verða urðu svektir fyrst, bara með hreinskilni, en skildu alveg okkar niðurstofu og ákvörðun og við erum náttúrulega ekki að hætta því að vinna með Boeing, við erum að reka 21 Max-vél, einhverja 12 75-ur núna og 4 76-ur með kargóvélum og svo loftleiðir líka með Boeing-vélar, þannig að við erum að reka marga tugi Boeing flugvéla og munum halda því áfram næstu misserinn, þannig að samstarfi við Boeing verður áfram mjög þétt en bara eins og allir keppnismenn þarna töpuður ákveðinni keppni, við vorum í viðræði við Boeing líka og svona stiltum Airbus og Boeing upp saman hlið við hlið, því við vorum með 2 góða kosti fyrir framan okkur. Einmitt, ef ég fæði að spyrja Leifur með hellinga spurningu var þetta, en sko hver sambærileg vara hjá Boeing sem tapaði þarna? Eru þið með eitthvað nýtt á nálega? Það er ekki nákvæmlega sambærileg vara en við höfðum alveg þann möguleika að vera með Max-vélarna sem svona ákveðna kjarnavél og þróa leiðakerfi með því og vera með 7500 eitthvað áfram og 76-ur og þess áttar og síðan eða fara í Airbus 321 LR sem væri þá vélin sem var að taka við á 75-unum en það er alltaf mjög mikilvægt að hafa 2 kosti fyrir fram að þú ert að semja og það reyndist okkur vel í þessu og niðurstaðan var að fara í LR-in og það er vélin sem besti svona arftækin af 75-unum og meðlans þess vegna var þetta niðurstaðan hjá okkur. Þessi 75-an hefur hentað leiðakerfinu mjög vel og Airbus 321 LR og XLR mun gera það líka. Við sjáum alveg veruleg tækifæri í þróun og leiðakerfinu núna næstu árum með þessum flota. Algjörlega. Ég ætla að segja, ég hættur að segja algjörlega árið 2005. Já, það árum þetta heiti. Mér líst vel að það Birkir. En sko, eins og Birkir nefnir, þú kannski, það er ekki þannig að þú pantir flugvél og hún sé bara mætt á hurðina í fyrramálið. En sem kauprétti sem hún nefnir, hvernig er það? Hver er líftæmin á flugvél og ef þú væri til dæmis ekki með þessa kauprétti? Til dæmis eins og með Max-vélarnar og þá var gengi frá þeim samningum minnum í loka árs 2012 Akkurat. Og svo í byrjun árs 2013 svona, loka undirskriftin og fyrstu vélarnar koma síðan 2018 Núna erum við að ganga þessum samningum sem sagt sumari 24 við Airbus og fyrstu vélarnar að koma 2029 og ef við ætlum að nýta kauprétti bæta þá við vélum við þess 13 og þá þurfum við að gera það með einhverju fyrirvara Þannig að það í þessum geira þá þarf að taka ákvarðanir tiltölulega snemma en síðan getur við náttúrulega líka verið svona tækifæri sinnuð í hvað varðar flotan. Íslandi með mjög langa og sterka sögu í þessum geira og þó við séum mjög svona lítil í alþjóðlegu samhengi að þá félagið mjög virt flugfélag, hefur borgað sína reikninga í gegnum 87 ára sögu og bara eftirsóttur mótaðili hjá flugvélaframleiðendum, hjá leigusölum og bönkum sem að fjármagna flugvélar þannig að ef við sjáum tækifæri til að bæta við flotan og taka inn vélar fyrr þá munum við alveg tækifæri út frá markaðinu út frá eftirspurninni þá held ég að flugvélar verði aldrei stór flöskuháls hjá okkur, við erum það eftirsóttur aðili í þessum gera en það mjög gott að hafa svona ákveðið sambland af vélar sem við erum búin að panta okkur og tryggja okkur með löngu fyrirvann eins og núna beint frá framleiðandi eins og Airbus og Boeing á sinni tíma en síðan getum við líka nýtt markaðin eða eftirspurnin og markaðir þróast þannig. En eru þið kannski erfið spurning, eru þið nokkuð þá að fasa Boeing út eða hvað? Við erum að fasa 75-unnar út. Okay. Þannig að
Við vorum með, ef ég man rétt, í farþegarleiðakerfinu 26-7-5 þegar mest lét og núna erum við komin í 12 síðasta sumar og þeim mun fækka enn frekar núna á næstu árum og eins og plönin okkar líti út núna þá erum við að gera það fyrir því að 2027 verði síðasta ári sem við erum að reka 7-5 í farþegarleiðakerfinu en síðan erum við með 7-6 breiðþóttunar, þeir áslíkar og munum reka þær eitthvað áfram en við þurfum að fara að skoða það vel hver framtíðin þar og svo líka annað sem við erum að fara að skoða það er með Maxin, við erum með núna aftur sem er mjög gott að við erum með 2 mjög góða möguleika fyrir framan okkur, hvað var það svona það sem við kallum narrowbody flottan, hérna mjóðþóttunar Max-vélin getur verið svona kjarnavél sem er að fljúga þess styttri leiki til Austurströnd Bandaríkjanna og inn í Evrópu og bara stendur sér mjög vel þar en síðan mötum við nota Airbus-vélarnar LR og XLR til á svona áfangastæði sem eru lengri burtu frá Íslandi þannig að þetta er einn möguleiki svo er annar möguleiki að fara bara alveg yfir í Airbus og þá fasa eða Max-vélunum út líka og þetta er eitthvað sem við erum að fara svona að vinna í núna á næstu missurum Nú veit ég að margir ég vil reka upp stóru augu þegar þeir heyra að það sé verið að fasa út allar 7-5-urnar fyrir 27 ekki fyrir 27 verið síðasta árið Já, 27 verið síðasta árið fyrir göðu en það eru plönin en eins og við þekkjum að all plön geta breyst Já, en fólk hlýtur það að velta fyrir sér býtu, jú, ok, norðurljósavélin, hún er 7-5 fáum við nýja norðurljósavél Það líkur allan ekki fyrir, það hefur ekki verið tekin ákvörðum slíka hérna Hún gefur ekkert upp í strax Nei, svo erum við með hérna jöklavél líka Já Sko, að þú minnist á samningarna 2012 við, hérna Boeing Max Sjölandar sko, flotanemndin var búin að ná samningum eða sett, hún talaði samninga við Airbus á þessum tíma til 15 ára eða hvað þessi var sent aðsend sko. Nei, talaði flotanemndin? Já Hjá Icelandair? Já, nei, já Icelandair, já fyrirgeðu Nei, þetta er náttúrulega bara við þegar við erum í svona þá er þetta stór hópur sem kemur að þessu alls konar hérna greiningar sem er verið að vinna og við þurfum flugmenn sem eru að skoða vélarnar og hvað þeir geta gert og leiðakerfisfólk og síðan er bara tekin einhver ákvörðun og það er alltaf sameiginleg ákvörðun Sko, síðan þið skiptuð þá hefur ýmislegt dunnið á Boeing verkvöld, fjárhagsvandræði, mikla tafur afhendingum sluppið með skrekkin hérna, er allt í rugli hjá okkar mönnum með það? Þeir eru að ná tökum á þessu, hægt og ljótt og hafa verið að gera verulega breytingar en það er alveg rétt að hafa verið verulega vandræðana og hérna við sjáum það bara á hérna afkomunni og fleiru verkvöldum og það er bara einhvern veginn allt skollið á félaginu svona á einu góli má segja þannig að hérna en þau virðast vera að ná tökum á þessu svona hægt og ljótt eins og ég segi og það er mjög mikilvægt fyrir fluggeiran að við séum að minnstakosti með mjög 2 sterka aðila sem eru að framleiða flugvélar þá Airbus og Boeing og síðan nokkur fleiri minni en það er algjörlega nauðsynlegt fyrir greinina og að bæði þessi félug séu sterk og Boeing er félag sem við munum vinna með á næstu missurum, það liggur fyrir við verðum með Boeing-vélar á næstu árum og það er mikilvægt fyrir okkur að Boeing gangi vel og séu sterkt félag og þess vegna erum við náttúrulega fylgjumst vel með hvað er að gerast hjá þeim og hvernig við erum að bara styrkja ferla og bæta félagið og okkur lýst bara vel á þróununa þar síðustu vikur. Já. Sko til að slúta þessari Airbus umræðu sko, ég var að undirbúin fyrir þáttinn og þá var ég að skoða myndir af þessu og var að heyra afþreyingarkerfið væri bara eitthvað sturlaðu, er þetta bara eitthvað allt annað en það sem að neytendur hafa kynst hjá ykkur eða? Þetta er náttúrulega alveg glæný vél og talandi hérna eins og afþreyingarkerfið það eru glænýir skjáir frá Panasonic og við erum fyrsta flugfélagi sem tekur þessa skjá í notkun og þeir eru stærri og betri heldur en fyrir skjáir og þannig er það bara alltaf þróun í þessu þannig að fljúga þessum Airbus-vélum hjá okkur er frábær upplifun fyrir farþega. Já, klárt, ég þarf að prófa það. Þú verður að drífa því. Ég verður að prófa það erlendislegur. Við ætlum aðeins að fara til Keflavíkur. Á Keflavíkurflugvöllin góða. Ég las góða frétt á Innherja daginn. Er enda frá því júní en ég las hann aftur í gær. Maður sem var að kvart yfir Keflavíkurflugvelli. Ég ætla að lesa upp nokkuð kvót hérna. Maður hefur upplifað að ganga niður hálandsstiga í hífandi roki og vaða blautt flugvélarhlaðið yfir í rútu og standa í henni með kaldan vind beint í fangið á meðan beðir eftir að fylla rútuna. Illa hönnu biðsvæði við hlið og örtröð í brottfarasal
ólíkt flestum flugvöllum eru einstök brottvarli á Keflavíkurflugvelli ekki með sérstakt svæði þar sem farþegar geta sest niður og beðið eftir byrjingu flugs. Sko, mjög opin spurning til að byrja þetta. Hvað finnst þér Keflavíkurflugvöll? Stóra myndin er þessi að hérna á árunum 2010 til náttúrulega með einhverjum hlýjamann í COVID, þannig að bara núna þá hefur verið verulega vöxtur Keflavíkurflugvöll, vöxtur farþega og uppbyggingi þar hefur ekki verið í takt við þennan vöxt, þannig að það þýðir bara eitt að upplifunin hefur verið að versna og það er ekki gott fyrir okkur og ekki gott fyrir Ísafja sem er að reka flugvöllin og við og Ísafja við erum mjög meðvituð þessa stöðu og erum í mjög þéttu samtali hvað þetta varðar og það er algjörlega nauðsynlegt að bæta þessa upplifun og við erum að gera það á hverjum degi í samstarfi við Ísafja að við vitum alveg hvaða innviði við erum að vinna með og reynum að bæta upplifununa með þessa innviði en á sama tíma þá er bara verulegar uppbyggingar áætlanir í gangi hjá Ísafja og við erum að sjá bara betur bætur á hverju ári, nýr töskusalur og ýmislegt fleira sem höfum séð koma inn svona á síðustu mánuðum árum, þannig að þetta mun halda áfram að lagast með þessum hætti. Já. Og þetta er ekki eini flugvöllur en hérna Keflavíkurflugvöllur sem að ástandið er svona, en að vöxturinn hefur verið tiltölulega hraður í flugi og ferðaþjónustu á síðustu 10-15 árum og mikil uppbygging á mjög mörgum flugvöllum og þannig að staðan er ekkert endilega mjög ólík hér með að við hvað sé bara meðaltalið í greininni en það er mikið uppbyggingar miklar uppbyggingar áætlanir í gangi og fjárfestingarnir hafa verið verulegar og verða áfram verulegar þannig að þetta mun lagast núna á næstu árum og við erum bara ánægð með samstarfi við Ísafja en eins og ég segi innviðin hafi ekki alveg fyllt farþegafjöldanum og það hefur áhrif á upplifunina og við verðum að gera það best úr því. Já, sko kannski ein ósangjöld spurning sem bara ef að þú fengir bara að vakna á morgun og Keflavíkurflugvöll væri bara nákvæmlega sem þú fengir að hafa hann. Hvað verður svona helsta sem væri til að bæta? Já, það væru eitthvað fleiri hlið upp við flugstöðuna, þannig að rútuferðir yrðu svona, ekki eins margar eins og það er í dag og síðan flæðið innan flugstöðurinn, en gangarnir eru þröngir og eins og kom fram áðan að biðsvæði við hliðin, þau eru ekki góð. Nei. Og þannig að það er ýmislegt þess áttar sem að myndi vilja sjá vera betri stað. Klart. Já, við verðum líka hrósa Icelandair fyrir viðsnúning í stundvísinni. 2024 verið gott ár þar. Já, bara mjög gott ár og og okkar teimi búin að standa sér algjörlega frábælega þar. Það skiptir miklu máli í flugrekstri að vera með góða stundvísi. Það hefur verulega áhrif á kostnað, það lækkar kostnað, það er ef það er mikið senkanir þá er mikið bætu til farþega, hótelkostnaður, launakostnaðar hækkar vegna þess að vaktir lengjast og það er að kalla út fólk og þess áttar og síðan ef að stundvísinn er á góðum stað þá eru farþegarnir ánæðri og það þýðir að þeir bóka með okkur aftur, þannig að það eykur tekjurnar, þannig að þetta er gríðarlega jákvæð áhrif á rekstrarreikningin að vera með góða stundvísi og bara svona, hvað sé að stuttasagan í þessu er að 2023 var svona síðasta árið í uppbyggingun eftir COVID og uppbyggingin eftir COVID hjá okkur var gríðarlega hröð og tók mikið á og fókusin hjá okkur var á það, við vorum endur að fólk taka vélar aftur inn í reksturinn og þess áttar en síðan svona í lok síðasta árs að þá sáum við það að vöxturinn inn á 24 yrði eitthvað hægari og þá svona ákváðu við að setja og við sáum að við hefðum svona ráðrúm til þess að vera með meiri áherslu á bara skilvirkni í rekstri og bara besta reksturinn eins og við gátum og þar var áherslan lögð í lok síðasta árs og fólki hjá okkur á rekstrasviðinu fór bara í það að svona búa til plön varðandi flugvélarnar inn í voruð og inn í sumari, það er vélar í viðhaldi á veturnar og við þurfum að vera tilbúnar á sumrin, vorin og sumrin og það hefur svona hreinskilni sagt bara í gegnum tíðina reynst okkur erfitt ofta að vera með allar vélar tilbúnar í réttum tíma og það hefur bara kostað en núna voru bara plönin betri og framkvæmdar áætlanirnar betri og þannig að allar vélar voru tilbúnar á réttum tíma fyrir háönnina og síðan bara öll önnur plön fyrir sumarið og öll keðjan hefur verið að virka, þetta náttúrulega það skipta allir máli í þessu, allir starfsmenn, það er hvort sem að séu flugvirkjar, flugfreyjur og flugþjónar
eða flugmenn og flugstjórar og síðan bara fólkið á skrifstofunni, þannig það bara keðjan að virka mjög vel og við fengum velun sem stundvistasta flugfélagið í Evrópu í júní og í öðru sæti í júlí og þriðju sæti í ágúst ef ég man rétt, og þetta ákveðin listi sem að þú kemst ekki á listan og sért ákveðin stærð með ákveðin fjölda fluga, því að minni flugfélag bara ekkert á þessum listum. Þannig að svo í september döttu út og því vorum ekki með alveg nóg mörg flug en hefðum verið þannig á velunapallið, þannig að þetta hefur gengið bara gríðarlega vel hjá okkur og samt sem áður þó við séum með mikla áherslu á stundvísina þá öryggið alltaf nummer 1, 2, 3 hjá okkur og í öllu sem við erum að gera. En það ekki bara í stundvísinni sem að höfum séð árangur með því að setja bara áhersluna á skilvirkni og á reksturinn. Höfum séð líka bara einingakostnað til þess að fyrstu 9 mánuðum ársins, það var að lækka á milli ára og það mjög fá flugfélög sem hafa sýnt það á milli ára vegna þess að við erum að glíma við verðbólgu og kostnaðarhækkanir, þannig að þessi áhersla okkar á innviðina og skilvirkni er að skila sér. Já, klart, gaman að heyra. Já, við þurfum að koma betur að rekstra umhverjum eftir. Jú, við gerum það líklega. Sko, eitt í þessu, það margir að fylgjast með enska boltar á þessa dagana, spennandi leikur United og City helgina. Þetta var rosalega leikur. Virðist vera alvöru titilbaráttu sem við erum að fara að fá. City, já, ég held að Chelsea sem að hlaupa með þetta reyndar. Chelsea eru þarna, Liverpool, Arsenal, það fullt að leiðum í pottunum og lengjan segir bara tippið. Já, ef þið að fljúga með Íslandi út að leika, okkur ekki að tippa á lengjunni og styðja við íslenskt íþróttalið. Þannig að það er okkar menn í lengjunni, þeir segja veljið íslenskt. Þú nefndir ekki Tottenham í þessu? Gleymdi því. Gleymdi alveg Tottenham. Það er aldrei að vita hver tekur því ára. Sko, lengja var held ég að tala um að stuðlum á Tottenham. Hver er þetta að hann vera bói í ár? Upp á bara meistaratitilinn? Já. Ég held að hann er nú helviti hár, sko. Hann er í hálóftunum. Það eru flottir í gæði, Tottenham. Já, og svo er það kontaktfyrirtækjaráðgjöf. Jú. Mótum framtíð íslenskra fyrirtækja. Já. Hún er ein elsta sjálfstæða fyrirtækjaráðgjöf landsins og kemur að eigendaskiptum, endurskipulagningu tuga fyrirtækja og hver einasta ári. Og það er hver einasta ári. En flugvöllurinn í Hvassahrauni, það verður skipta skoðanir nýjan flugvöll þar fyrir 100 milljarða. Jarðfræðingar hafa, sem kannski ákveðins punktur benda á hættu á hraunrennsli á svæðinu. Eigum að byggja nýjan flugvöll í Hvassahrauni eða fjárfesta frekar Reykjavíkurflugvelli og öðrum alþjóðaflugvöllum á Íslandi? Við skoðum þetta nokkuð vel 2011 í maður rétt, 2011-12 og þá fannst okkur þetta góð hugmynd að byggja upp nýjan flugvöll í Hvassahrauni eða einhver staðar sem að nálægt höfuðborginni nær heldur en Keflavíkurflugvöllur og Hvassahraun var þá bara álitlegu staður og samin að það er innanlands og millilandaflug og Háskóli Íslands gerði ítarlega greiningu á því og niðurstaðan var að með því að stytta bara aksturinn og ferðatíman á milli höfuðborgarinnar og flugvellarins að það var bara verulegur ávinningur af því fyrir þjóðarbúið og ýmislegt fleira bara tengja landsbyggðina betur við nýjan alþjóðlega flugvöll, það var bara mjög góði kostir, margir góði kostir í því líka. Þannig að á þessum tíma hann á 2011 og 2012 þá sáum við þetta sem bara mjög vænlegan kost fyrir okkur Íslendinga að búa til nýjan flugvöll, alþjóðlegan og innanlandsflugvöll líka. En síðan hafa liðið ansi mörg ár og búið að fjárfesta alveg gríðarlega í Keflavík og það er eins og við ræddum á það er veruleg plön áframhaldandi varandi uppbyggingu þar. Þannig að, og síðan vitum við alveg hvað er búið að gerast á Reykjanesinu og þess áttar og núna í dag erum við með ágætis flugvelli, svona alþjóða velli, við erum í Keflavík sem er búið að byggja upp á síðustu árum þó að það þurfa að gera ýmislegt þar og það eru plönum það. Síðan erum við með Reykjavíkurflugvöll, við erum með Akureyrarflugvöll og við erum með Egilsstaðaflugvöll. Þetta er allt saman ágætis flugvellir sem að þjóna sínu tilgangi vel og kostar ekki mikið að byggja þá upp enn frekar, þannig að það geta verið svona nýst enn betur. Og svo erum við að horfa ýmsa innvið á Íslandi sem eru tiltölulega veikir. Þannig að okkur hjá Icelandair finnst það, eða allavega mér, við höfum ekki rætt þetta neitt ítalega í stjórnin en neitt þess áttar að á þessum tímapunkti að þessi hvorki raunhæft nýja skynsamlegt að fara að fjárfesta í nýjum alþjóða flugvelli, hvort sem að séu í Hvassahrauni eða einhvers staðar annars staðar. Við erum með bara ágætis innviði hvað þetta varðar.
og það eru aðrir innviðir sem við hefum frekar að fókusera á. Já. Og við teljum bara, þetta er ekki raunhæft, við teljum ekki raunhæft að það sé einhver ríkisstjórn á næstu árum eða áratugum sem að fara að setja 100 milljarð í nýjan flugvöll. Og þess vegna er mikilvægt að þessi pattstaða í kringum Reykjavíkurflugvöll hafi verið leyst úr henni og honum verði ekki haldið í gíslingu mikið lengur. Þetta er náttúrulega algjört ófremdar ástand að þó að fólki okkar sem er að vinna á Reykjavíkurflugvölli sé að standa sig frábærlega, að þá er aðstæðan ekki boðuleg, hvorki fyrir okkar starfsfólk né okkar viðskiptavinni farþegana. Nei. Þannig það er mjög mikilvægt einhvern veginn að það verði bara tekin ákvörðun það nú bara förum við í það að byggja upp nýja flugstöð í Vatnsmýrinni vegna þess að þessi aðstæða mun verða næstu áratugina. Annað er bara, ég sé ekkert annað í stöðunni, það er ekkert annað raunhæft. Sko, þú komst til okkar fyrir 2,5 ára síðan og þá einmitt rættuð þennan blessaður Reykjavíkurflugvöll og þá sagði ég okkur ekki múin að pimpa hann upp og þá sagði því að það getur verið rifin á morgun. Sko, vitum við ennþá jafn mikið í dag eða? Nei, sko, við teljum ekki líklegt að það verið rifin á morgun. En á meðan þetta er svona pattstað og þá kemur ekki svona afgerandi niðurstaða frá stjórnmálunum og þá er erfitt fyrir okkur að fá þá samþykkt í okkar stjórn að fara í einhver uppbyggingu þarna. Því að völlurinn er svona, hvað maður að segja, eiginlega víkjandi í öllu og það bara hefur verið þrengt að honum á undanförnum árum og það þarf að fara að snúa þessari þróun við og gefa það bara út að þessi völlur verði þarna næstu áratugina og hefja þá uppbygging á nýri flugstöð. Já. Elliði Vignisson talaði nýlega fyrir því að fá alþjóðaflugvöll á Selfoss. Er það til það sem þú ert spenntur fyrir? Nei, svo ég nefndi, við erum með þessa 4 velli, alþjóðavelli sem bara eru fínir en þurfa frekar uppbyggingu. Það er búið að ákveða það fyrir nokkrum mörgum árum til dæmis að fjárfesta frekar í Egilsstaðaflugvelli sem hann getur virka betur sem varaflugvelli fyrir alþjóðaflug og það þarf bara að láta verkin tala í þessum efnum varðandi þessa 4 velli og styrkja þá. Flott breyting á Akureyrarflugvelli. Ég fór hann í daginn þegar þetta var opnað fyrir hálfum mánuði síðan og bara ótrúlega gaman að sjá hversu flugstöðin þar er orðin bara góð og flott og svo flýgum maður aftur til Reykjavíkur og kemur í flugstöðina þar og það er bara himinn að hafa á milli upplifunum þar og bara ástandsins á flugstöðinni þó að þetta sé svona aðal flugstöðin í innanlandsfluginu í Reykjavík þar sem að flestir farþegarnir fara um. Já. Þannig að það þarf að koma flugstöðin í Reykjavík í sama horf og á Akureyri og það er frábært að koma þangað og sjá hvernig uppbyggingin hefur verið þar. Já, algjörlega. Þú við fyrir maður sem verið í samkeppnina á flugmarkaði. Þú talað reglulega um það að þú tellir ekki lífanlegt að hafa 2 íslensk flugfélög sem nýta sér Keflavíkurflugvöll sem höfn milli Norður-Ameríku og Evrópu síðast á aðalfundi Icelandair í vor. Eru kannski þessi skilaboð loksins að ná til fólks, breytingar á play á sínu viðskiptamódeli? Sko ég hef ekkert oft verið að tala um þetta og þetta er ekkert skilaboð frá mér. Ég hef nokkrum sinnum verið spurður um þetta í fjölmiðlum, hvort að ég telji það raunhæft að hér séu 2 flugfélög með næstu í sama viðskiptalíkani og ég hef alltaf bara bent á gögn og staðarendir utan úr heimi og söguna á Íslandi og horfandi á gögnun utan úr heimi, það var ekkert svona sem að stiður það að þetta geti einhvern veginn gengið upp á Íslandi vegna þetta er hvergi svona út í heimi. Það er ekki nema að sé einhverjir risaflugvellir með gríðarlega stóra markaði í kringu sig að það séu 2 flugfélög með sama líkanið, viðskiptalíkanið og það er valla þannig samt sko. Þannig að við höfum bara bent á þetta og svo þegar vanandi aðalfundir sem þú vísar í að það er náttúrulega skylda mín sem forstjóri að fara svona aðeins yfir bara rekstra umhverfið og hvað er að valda því og eins og ég fór í gegnum þetta í mars á aðalfundinu síðast að við erum bara að sjá það árið 23 og 22 að svona afkoma íslensku flugfélagana var mun verri samtals heldur en flugfélagana kringum okkur, bara afkoman til dæmis 23 í flugrekstri bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum var tiltölulega góð og meðan play var í verulegu tapi og við einhverjum smá hagnað þannig á 23 en ekki langt frá okkar markmiðum þrátt fyrir aðstæður svona í umhverfinu væri bara fínar og ég þurfti náttúrulega að fara yfir þetta með mínum hlutum akkur það væri og
og vísaði þá í þessa stöðu sem á Íslandi sem hvergi annars þar í heiminum. Sko, myndirðu segja þá, tölum áttur svo breytingar á Play, sko, eru þið ennþá í samkeppni við Play eða er þetta að breytast verulega? Já, við erum í verulegur samkeppni við Play og bara þú veist það tæplega 30 flugfélög að fljúga hingað til landsins og verulegur samkeppni og síðan erum við að vinna markanum yfir hafið sem stór hluti af okkar viðskiptalíkani og þar eru að keppa við all stærstu flugfélög flest stærstu flugfélögin í Evrópu og Norður-Ameríku en við erum í náttúrulega sjálf samkeppni við Play áfram og fögnum bara þeirri samkeppni og vonum bara óskam þeim góðs gengis í þessu sem þau eru að fást við og kostum að það hefur náttúrulega ekki komið fram þessar breytingar hjá þeim sem þeir hafa kynnt, það er ennþá eiginlega allt í sölu þannig í þeirra kerfum ennþá. Já, eftir ég velti fyrir mig ástæðan fyrir komið spurning kannski er að mér finnst svona við þessar breytingar sem tilkynna að þeir allir hætta fókusin svona mikið á Norður-Ameríku, fókus sem er Íslendinga sem dæmi. Já, það var alltaf að tala um það í kynningunum hana sem að var fyrir einhverjum vikum síðan að þetta leiðakerfi, tengileiðakerfi að þau væru svona minnka áherslun á það og fækka vélunum í því og setja meiri áherslu á annars vegar leiguflug fyrir einhver aðra flugrekendur og hins vegar á markaðin fyrir okkur Íslendinga henni í Suður-Evrópu þannig að þetta er veruleg breyting sem er búið að kynna en svona það sem er í sölu hjá þeim í kerfunum er eiginlega óbreytt. Já, ein erfið og skemmtileg var það að hefur það verið rætt af einhverju alvöru innanhús hjá Íslandi er að kaupa Play á einhverju tímabúti? Kemur það jafnvel ennþá til greina? Nei, það hefur ekki verið rætt, hvorki alvarlega en ekki alvarlega, sko, það er bara ekki verið rætt. Við náttúrulega fórum í 2018 í viðræði við Váer og til þess að okkur hefði verið heimilt að kaupa Váer á svona tíma þá voru mjög svona stíf skilyrði sem að voru fyrir því þannig að við höfum ekkert talið það raunhæft að við værum eitthvað að fara að kaupa Play eða þess vegna höfum við ekkert verið að spá í það. Síðan spurningi var þetta telurðu raunhæft að reka lággjaldaflugfélag frá og á Íslandi? Sko ef við teldum betra að vera í einhverju lággjaldamódeli þá værum við sjálfsögðu í því en við teljum að það svona módeli sem við erum með og varan á þjónustan sem við erum að veita sé rétta módeli og rétta varan á þjónustan með af umhverju sem við erum í við höfum sagt þetta margótt áður að við erum að gera út frá Íslandi og hér á Íslandi eru góð lífskjör, hér eru borguð há laun og við erum að vinna í íslenska vinnumarkaðsmódelinu og bara í íslenska umhverfinu. Síðan erum við pínu lítið flugfélag í alþjóðlega samhenginu og gríðarlega stærðarhagkvæmni í flugrekstri. Þannig að við getum aldrei verið að vinna stóru lággjaldafélögin í verðum. Nei. Þannig að við verðum að vera með eitthvað annað og vera með réttu þjónustun og vöruna út frá umhverfinu og við getum lækkað einingakostnaðan okkar 10% með því að fjölga sætum um borð og fara svona nær þessu lággjaldamódeli en okkar mati myndum við einingatekjurnar lækka enn meira því að kúnnin vill frekar þessa vöru sem við erum að bjóða upp á og við erum svolítið að sjá þessa þróun ekki síst í Bandaríkjunum að það eru félögin sem er að bjóða upp á meiri þjónustu og svona meira virði að þau eru að ganga miklu betur heldur en þessi ultra low cost félög og á vondur íslensku. Já, þau gang spirit í Bandaríkjunum, hvort er ekki eldrótt, Nors líður á líginni, Ryanair og EasyJet, einhver stærra þar, en þessi lággjaldaflugfélög út í heimi, þau verðast verið í smá brekku. Já, eins og ég nefndi allavega í Norður-Ameríku, þá virðist það módel svona að verða undir í samkeppninni við hinn félögin sem er að bjóða upp á meiri þjónustu og svona vöru sem kostar meira. Og svo er náttúrulega umhverfi sem skiptir líka máli. Ég meina við erum að fljúga 50% okkar farþögum svona á öllu jöfnu er að fljúga yfir hafið í gegnum Ísland. Svona þetta er svona tiltölulega löng flug og hingað til hefur engum tekist að sanna lággjaldamódeli virki yfir hafið. Það hafa ýmsir reynda en það hefur hingað til ekki tekist. Nei. Leiðakerfið Nashville og Istanbul til hamingju með það, nýja leiðir Istanbul, það er stórt. Já, Östursókn, ég fíla hana. Sko, nú erum við auðvitað konum með þessar Airbus long range vélar og tilvonandi extra long range. Sjáum við, erum við að horfa í frekari sókn til austurs? Já, við
gerðum samningu Turkish Airlines sem eitt svona mest vaxandi flugfélag í heiminum og ég heldur sér með flesta áfangastöði eða fljúið til flestra landa á öllum flugfélagum í heiminum, þannig að mjög spennandi samstarfsaðili. Skrifum undir samning við Turkish í júní í fyrra ef ég man rétt í Istanbul og þá var markmið okkar strax að hefja flug til Istanbul og tengja við þeirra sterka leiðakerfi þar, það náttúrulega gríðarlega öflugt. Þar náum við mjög svona góðum tengingum til Asíu og Mið-Austurlanda en samstarfi hófst samt á því að við tengdum okkar áfangastað í Evrópu við Istanbul og það hefur bara gengið vel og við erum að sjá fínt flæði þar í gegn. En síðan í byrjun september á næsta ári ætlum við að hefja beintflug sjálf inn til Istanbul og bjóða þá upp á enn sterkari tengingar á milli Íslands og að sjálfsögðu Istanbul en ekki síður inn í Mið-Austurlönd og Asíu. Og þannig horfum við þetta líka, við skrifum svona til samningu á þessu ári við Emirates og þannig horfum við á það líka, núna erum við að tengja bara til Dubai í gegnum marga okkar áfangastöðum í Evrópu og við erum að sjá fínt flæði þar og okkar farþegar mjög ánægði með þessa vöru, að geta flogið svona einum flugmiða þó sem með einu stoppi. En seinna meir markmið okkar að fljúga bara beint inn í þeirra höfn. Er það ekki bara? Jú, það svona markmið og við sjáum veruleg tækifæri í þróun og leiðakerfinu með þessum langdrægari Airbus-vélum. Og að því ég að tala með þetta samstarfinu flugfjölu, það líka mjög mikilvægt og svona styrkir tekjuöflun okkar verulega. Við erum búin að vinna með JetBlue og Alaska lengi og núna fyrir nokkrum vikum að þá tilkynntum við samstarfi við Southwest. Og við erum þá búin að erum komin í mjög góða stöðu í Bandaríkjunum með Alaska og Vesturströndinni og JetBlue Vesturströndinni og svo Southwest hann á milli og það náttúrulega gríðalegur heiður fyrir Icelandair og Icelandair teymið að vera fyrsta flugfélagi sem að Southwest vinnur með. Og þessi samningu sem búið að segja frá núna, þetta búið að taka langa tíma og vera gríðalega mikil vinna bæði hjá okkur og þeim og bara mjög spennandi fyrir okkur og ég held að Southwest sé með stærsta svona vildarklúbskerfi í Bandaríkjunum og fyrir okkur að komast inn í þetta, það er bara frábært. Já, geðvitt. Sko, hvað eru svona samningar, auðvitað býður þetta upp á auki frambóð á leiðakerfinu, en hvað er þetta mikilvægt upp á bottom line hjá okkur sem sagt að ná hagkvæmum samningum þarna? Það skiptir miklu máli að vera með fjölbreyttar tekjuleiðir, það skiptir miklu máli í okkar geira og við erum með það, við erum með sterkan vildarklúbb og við erum með samstarfið annur flugfélög og með bara mjög góða vöru, við erum með kargóið og loftliði og þess áttar og talandi þessi samstarfsflugfélög, það er svona 10% tekjunum hjá okkur eru að koma í gegnum samstarfið önnur flugfélög og bara með þessu þá erum við að komast inn í þeirra sölu og dreifi kerfi sem er gríðarlega verðmætt og eins og ég nefndi, við komast inn í þeirra vildarklúbba og þannig að þetta gerist ekki á einni nóttu, það tekur alltaf tíma eins og ég nefndi, við skriðum undir við Turkish í fyrra og erum að fara að hefja svo flug á næsta haust til þeirra. Þannig að þó að það fer eitthvað að tekka strax að þá vindur þetta alltaf upp á sig þegar frá líður og við erum búin að vinna núna mjög lengi með JetBlue og Alaska og svo líka Finnair og SAS og þeir slíkt samstarfi er mjög verðmætt fyrir okkur og þau líka þau eru mjög ánægð með samstarfið þessi flugfélög líka. Já. Fjölbreyttar tekjulindir, vildarpuntakerfið, er það opinbert hvað það er stór hluti af tekjunum? Ég nú ekki bara með það í kollunni sjálfur einu sinni en það er bara mikilvægur þáttur í þessu segi eins og ég segi í okkar svona tekju innviðum svona tryggðarkerfi og það er náttúrulega mjög þekkt í bæði flugi og ferðaþjónustu, við þekkjum það í hótelum og mjög mörg flugfélög eru með svona vildarkerfi og það er mikilvæg þáttur í okkar viðskiptalíkani. Ein frá Birki þarf ekki að tala Keflavíkurflugvöll, þarf ekki að stækka lánsinn? Eru margir í lánsunum? Ég held að þetta sé nú einn maður kemur nú við það og hann er risastór. það er ekki margir
lánsar, tölum vonda íslensku sem eru jafn góðir og finnst mér þannig að við erum heilt yfir bara hérna ána með þessa þjónustu þar sko. Já, hún er góð en auðvitað koma dagar þar sem að hérna fjöldin er ansi mikill og við þurfum eitthvað að skoða það Já Sko aðeins leiðakerfið, við erum að bæta við okkur leiðum, kemur til að fækka einhverjum á móti? Það er nú engin það er alltaf eitthvað sem dettur út sko og hérna við erum að bæta núna við eins og nefndir Nashville á næsta ári, Gautaborg sumarið aftur, við flugum þangað fyrir nokkrum ára síðan þegar Gautaborg er detta aftur inn og svo Istanbul eins og nefndir og alltaf fleiri staðir svona á listanum en það er ekki hægt að bæta við of mörgum áfangastöðum á of stuttum tíma hérna þetta krefst undirbúnings og þess áttar og svo er náttúrulega alltaf verið að skoða við erum eitthvað með ríflega 60 áfangastæð og þetta er að skoða hvernig þeir ganga og ef staðir gangi ekki nógu vel þá það bara að taka það út en það er ekkert stort þannig núna allan á tekniborðinu. Nei. Sko eitt sem ég hjá eftir undirbúningi þáttinn sko þú talar að sé offramboð á stóru mörkuðum eins og hún nefndir London og Frankfurt en talar í haust að þetta væri aðeins að skána hvernig hafa aðstæður og verðlagning verið á þessum stóru tengiflugvöllum í Evrópu? Það er náttúrulega þannig í flugrekstri og bara mörgum öðrum greinum að hérna samspil framboðs og eftirspurnar hefur áhrif á afkomuna og einingatekjur og þess áttar og ég nefndi það nú held að við verið það er tími líðunars rætt hvort það var í febrúar á þessu ári eða síðast ári að það voru alltaf 14 flug á dag hérna frá Íslandi til London en við verðum að sjá flugfíla aðeins draga úr núna hvað var það framboð á milli Íslands og London og síðan eru einhverju fleiri staðir þar sem að framboð hefur verið að minnka og svona er þetta náttúrulega bara í þessari grein að þegar er eitthvað álitlegt í gangi þá eru margir sem stökkva inn og svo þegar það fer að ganga verð þá stökkva aðilar út en við svona höldum okkar striki í gegnum þetta alltaf. Já, kannski. En auðvitað erum við alltaf aðilar og okkar framboð líka hérna að eftirspurninni. En þetta er að fara í aðeins betri veg núna eða hvað? Eða svona jafnast út? Eða? Já, við höfum séð svona eftirspurninni hefða frambóðið á ákveðnum stöðum já, eitthvað að vera að minnka. Já, gott. Síðast þegar þú komst til okkar Bogi, þá mældir með Durham Rally. Já. Gólfinu þar ekki? Já, ég fór þú fórst bara viku eftir? Og hérna síðast þegar ég kom inn, þá voru bara nýbyrjuð að fljúga þangað ekki. Á nýjasta áfangastæðinu. Já. Ég var heldur betur ekki svikinn þar maður. Frábæri gólfvellin maður. Hvert fórstu þar? Það fór ég Tobacco Road meðal annars, hann stóð upp, hann var svakalur. Hefur farið þangað? Nei, en ég var að nokkra velja hann og þetta er mjög skemmtilegt svæði. Já, frábært. Kannski eitt með hvað áfangastæð mælur í dag? Hvað er nýtt í þessu öllu saman? Með gólfsetti eða bara allt? Nashville er náttúrulega, við erum að hefja flug til Nashville í apríl og ég hef ekki komið þangað og ég hef náttúrulega að fara fyrir þessu ári þegar við heldum fund með þeim hann á Nashville flugvelli en ég þurfti að hætta við á síðustundu en þeir sem fóru frá okkur voru svona alveg heilluð af Nashville sem borg, gríðilega tónlistamenningarna og ef þið hafa áhuga á tónlist þá er þetta já, þeir töluðum einhverja götu þar sem voru bara 50 veitingastað þar sem var live, svona hágæða músík á hverju meinasta stað, þannig að þau töluðu mjög, heldur borginu bara hvert reipið, þetta væri mjög mikil og skemmtileg upplifun að heimsækja Nashville, þannig að það er svona á listanum hjá mér að fara þangað. Ég stefni náttúrulega að fara í fyrsta flugið sem verður það með munir 11. apríl og ég held það og reikna með því að þegar ég kemur þeirri ferð þá get ég mælt enn freka með Nashville sem áfangastað. Það líst mjög vel á. Og svo náttúrulega Istanbul, spennandi, í september næsta ári. Ég tvisur að þrís að koma í þangað, en það var alltaf verið bara á svona fundi og það er ástöðunum bara inn og út, þannig að ég ætti svona að skoða borgina. En mér er sagt að hún sé mjög áhugaverð og skemmtileg. Kannski ein spurning sem ég með, við vorum að tala leiðakerfi á hann, sko, þið semjiðum að þið séu að vera að fljúga til Istanbul. Sko, ég skil að flugvélin taka svona langa tíma, en okkur getið ekki bara að byrja að fljúga til Istanbul á morgun? Eða skilur mig? Við gætum alveg að byrja að fljúga til Istanbul á morgun, en þú vilt alltaf gera þetta með svona ákveðnum fyrirvara og hefja sölu, nokkrum mánuðum áður en þú hefur flug. Þannig að og bara skoða og greina og vanda þig og en við höfum alveg tilkynnt stað og tekið ákvarðanir mjög hratt hvað var það nýja áfangastaði en
en það oft já, Já, sígandi lukkaði best í þessu eins og öðru og bara vanda sig og þannig að við gætum alveg hafið flugið fyrr en við ætlum að fljúga gegnum næsta vetur. já, bara gegja. Þetta spurt Þorgeiri Katrínu að því maður, svo stóð sér vel á endanum. Það komið umhverfismálunum í boði TM Já, og það nú sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera á TM. rétt. Æslandi eru treyðir á TM. Já, þeir eru heldur betur treyði á TM og sko bara svo að það sé nefnt, þá ég núna að máli tilkynna það, maður mættir þarna til Sindra og Já, þú lóksir búin að kaupa fastegn. já, maður hefur búið að spura mann mikið út í þetta en ég að tryggja mig á TM og það allt klárt. Brunabóta trygging og brunabótamatið og allt bara klárt. Já, sjálfsög var ég á TM, það kom engin aðeins greina. En eitt sem ég lærði líka, bara svo það sé sagt, var að það rándýrt að fara í ástandsskoðun. Á húsi? Já, Já, en það gera frumherjumenn og ódýrast allra já, og þeir gera það vel. Já, Þannig ég Það er tók að hárrétt sjálfstöðu ástandsskoðun hjá frumherja en að umhverfismálunum. Sko, evrópskt regluverk þegar kemur að því að draga úr losun, það hamlandi eða hvað, viltu? við höfum mikið rætt þetta hér. Já, við tekjum þetta fyrir hér, sko, viltu frekar hver endi regluverk fyrirgeðu, líkar því sem í Bandaríkjunum og hvort það jafnvel litið við orðið til ESB fyrst við myndumst á Þorgeiri Katrínu hana? Já, ég held að við séum nú hrifnari því hjá Icelandair að og teljum að það sé bara miklu vænlegra til árangus í þessu eins og öðru að vera með hvata og stuðning frekar en bara skatta og gjöld eða refsingu. Við erum náttúrulega í þessari miklu samkeppni, Ísland sem tengimiðstöð og Icelandair sem flugfélag sem að reka tengimódel hérna yfir hafið og við erum í samkeppni við aðra tengimiðstöðar og flugfélag sem að reka tengimódel gegnum aðrar tengimiðstöðar og flug ekkert að fara að minnka, það bara mikil eftirspurn eftir flugi og það eru lönd sem að reka þessi tengimiðstöð sem ekkert aðilar að Evrópusambandinu og eru þar leiðandi ekkert að innan þessara reglna og það hefur nú verið markmið held ég allara í þessum umhverfismálum að koma í veg fyrir svona kolefnisleka eða carbon leakage en eins og regluverkið núna þá bara veruleg hætt á því að það eigi sér stað því að það verið að setja svolítið bara meiri kostnað á flugfélög sem eru innan þessara reglna Evrópusambandsins heldur en annara flugfélag sem ekki þar inni og það þýðir bara að því miður að flugið mun þá færa sér til ef þessi vegferð verður niðurstaðan en það sem gott í stöðunni núna bæði það að við hérna á Íslandi erum búin að tryggja það verður tekið tillit til sérstöðu Íslands á næstu árum. Það? Það var ekki svolítið síðast þegar þú mættir, var það? Nei, en það núna til loka árs 2026 Ok. og og við gerum ráð fyrir því að aðeil eru búin að átta sig á því að það nauðsynlegt og eðlilegt að taka tillit til landfræðar bara sérstöðu Íslands og legu Íslands í þessum málum og það allir með það markmið í þessu að koma í veg fyrir þennan kolefnisleka og þessi umhverfismálin þetta eru og umhverfisváin þetta vandamál heimsins og eina skynsama leiðin í þessu að vera með laust sem að gildi fyrir allan heiminn. Ef við með einhverja laust, sér laust fyrir Evrópu og meiri skattlagningu þar heldur en einhverjar annars þar að þá flist bara flugið til og annað flist til og efnahags áhrifin flytjast til líka og við erum að sjá það að Evrópusambandi og Evrópa svolítið að átta sig á þessi dragi skýrsla sem að kom út fyrir nokkrum mánuðum sem sýndi bara mjög vel fram á það að allt þetta regluverk og skattar og gjöld í Evrópu eru að hafa verulega hamlandi áhrif á samkeppnishæfni Evrópu og maður svona aðeins að fá þá tilfinningu að það sem að ráða ríkjum í Evrópu átt að sig á þessu og eru svona að fara að snúa afleiði þessu. Já, tölfræði móla fyrir eitthvað hlustendur, flug orsakar 2-3% af kolefnis útblæstri heimsins og þá má þá spyrja sig hvort þið séu mikið fara ranga leið í því að ná markmiðum í loftslagsmálum. Kannski fyrir þá hlustendur og bara fyrir okkur líka, hvernig hvatakerfi þetta búið til þannig að þið haldi áfram að hugsa þessi mál án þess að vera að leggja á okkur álögur? Nei, eins og erum að sjá meira í Norður-Ameríku, það bara hvati og stuðningu til það því að eins og Icelandair hefur verið að gera og það sem við höfum að ná verulegum árangur í því að minnka
útblásturinn frá okkar starfsemi eða kolefnis fótsporið eða kolefnis sporið og það hefur verið að gera með því að fjárfesta í nýrri tækni með nýjum flugvélum og það er svona stærstu skrefum sem að við og önnur flugvélar getum tekið og ef það er verið að setja skatta og gjöld á flugfélög þá minnkar getan til þess að fjárfesta í nýrri tækni en það er akkurat hitt sem að heimurinn þarf á að halda það er að flugfélög og bara önnur fyrirtæki fjárfesti í nýrri tækni til þess að ná betri árangur í umhverfismálunum og það þarf síðan að horfa til þess að flugheimurinn hefur sett sér markmið og tekur þessa stöðu mjög alvarlega að flugið eins og nefndir að valda 23% af útblæstrinum og flugheimurinn sett sér það markmið að vera kolefnishlutlaust árið 2050 og það gerist með nokkru þáttum en það er fyrst og fremst sem ég nefndi áðan, bara ný tækni, nýja flugvélategundir og síðan er þetta sjálfbæra flugvéla eldsneyti sem að bara virkar á núverandi hreyfla og núverandi flugvélategundir en það er til mjög lítið að þessu sjálfbæra flugvéla eldsneyti í heiminum í dag og það þarf að framleiða meira af því og í Norður Ameríku er meira svona verið að vinna með hvata og stuðning til þess að aðilar fjárfesti í þessari tækni og í þessari framleiðslu og við erum bara að sjá Norður Ameríku aðeins og undan Evrópu hvað þetta var. Já, og svo líka náttúrulega vélarnar rándýra sem eru að minka, einmitt. Sko, og það sem kannski getur að bæta við að því eins og ég nefndi það, við erum að reka þessa tengimiðstöð hér og við hjá Icelandair erum búin að vera endurnýja flotan og Airbus 321 er að taka við að 75-unum og við erum að langmestu leiti með nýjustu tegund flugvéla sem eru umhverfisvænustu flugvélar í heiminum og erum að fljúga þessum minni vélum, narroboti vélum sem eru mjög bara umhverfisvænni og hagkvæmari heldur en breiðþoturnar og í mjög mörgum tilvikum eru við hér að fljúga í gegnum Ísland yfir hafið á þessum minni vélum hagkvæmastu tegund flugvéla og erum að keppa við breiðþotur sem eru mun óhagkvæmari og ekki eins og umhverfisvænar og vélarnar sem við erum að nota mestu leiti. Þannig í mjög mörgum tilvikum er umhverfisvænast að fljúga í gegnum Ísland yfir hafið en samt sem áður er skattlagningin og sem Evrópusamband er að vinna með að koma í veg fyrir að farþegar fljúgi frekar hér í gegn heldur en einhver annars þar þannig að þetta regluverk er algjörlega að vinna gegn tilgangi sínum. Sko við ræddum þetta síðast þegar þú kom sko þetta er nú bara nær okkur í tíma núna sko stjórnvöld stefnaði orkustefnu sinni hérna í Íslandi að verða óháð jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2040 meðal annars með notkun rafeldsneytis í flugsamgöngum talandi að vélarnar séu dýrari náttúrulega framleiðslu verða slíkum orkugjafa er líka mjög hátt sko þurfum við ekki bara wake up and smell the coffee þetta er aldrei að vera að gerast? Nei, það er eins og nefndi að annar flugiðnaðurinn hefur sett sér markmið 2050 og það er nú alveg krefjandi verkefni að ná því og valla Já, það er bara mjög krefjandi, þannig að 2040 er alls ekki raunhæft. Nei, á það, klart. Sko, þá er kannski komið að flugmarkaðinum almennt. Er hann búinn að ná sér að fullu eftir COVID? Má segja það? Já, ég held að meginn alveg segja það. Það hefur náttúrulega var svona ákveðin skuld í ferðalögum okkar og var mikil ferðavilji strax eftir COVID og það hefur svona aðeins jafnað sig og nú er þetta komið á bara nokkuð eðlilegan stað þannig að já, ég held getur sagt það að flugheimurinn sé bara búin að ná sér eftir COVID og komin á bara eðlilegan stað. Já. Sætanýting 82,4% í nóvember vantarlega ekki kannski einna stóru ferðamánuðunum, er þetta ekki bara mikið gleðefni eða? Jú, og nóvember sætanýtingi var mjög góð og mjög góð í söguleg samhengi þannig að við vorum bara mjög ánægð með trafíkina í nóvember og eftirspurnin er sterk. Frábært. Sko, maður velti fyrir sér eins og segir 50% af flugunum hérna yfir hafið talað sko, samkvæmt minni heimaðinu var þetta 40-20 skiptingin á túristum íslendingum að fljúga og síðan layovers eins og maður segir á slæmri íslensku. Já. Hvernig hafa sveiflurnar verið þarna? Sko fyrir COVID þá fóruð alveg yfir 50%, 52-53% sem sagt vía hlutin á farþjónum. Já. En eftir COVID var þetta minna en núna á þessu ári hefur það verið að aukast aðeins aftur en
og svona farið að slaga upp í 50%. Eftirspurnin til Íslands eins og hún komið fram minkaði svolítið hérna síðasta vetur og vor vegna Reykjanes og bara kostnaðar á Íslandi. En við erum að sjá þá eftirspurna að taka við sér aftur sem mjög jákvætt. Já, það jákvætt. Við erum að sjá það. Allavega svona hjá okkur. Já. Þannig að hérna, og þá getum við aðeins breytt hérna balansinu hjá okkur, en staðan okkar sterk hvað þetta varða. Við erum með mjög sveigjanlegt liðakerfi, við erum að vinna á þessum 3 mörkuðum pluss markaðum hérna á Íslandi. Þannig ef að verður breyting á einu markaði eða minni eftirspurn, þá getum við fært fókusinn á annan markað og þannig vinnum við þetta. Hvað, sko, finni eftir, er þið mikið að mæla, já þið eru væntanlega því, Nei, hvaðan eftirspurnin er að koma, hvort hún er aukast þarna eða minnka, til dæmis Bandaríkin og Bretland, hefur aðsóknin kannski minkað þar, þegar það var orðræðan sem maður heyriði hann í kringum COVID, í kringum Reykjanesi, að ferðamenn þaðan væru kannski hræddari við að koma til Íslands? Já, við erum náttúrulega að mæla þetta og hérna erum með bara sölu fólk á þessum mörkuðum sem að fylgjast mjög vel með og í samtali og samstarfi við ferðarþjónustuaðila í þessum löndum sem hafa verið að selja Íslandi í áratugi og sérstaklega hvað var það Bretland að þá svona höfðu þessar fréttir af Íslandi neikvæð áhrif og Bandaríkjunum líka bara myndir af hérna og bara þetta ónákvæmur fréttaflutningu vegna þess og það hefur verið algjörlega örugt að heimsækja Ísland og okkar leiðakerfi hefur verið bara verið í gangi allan tíman og það hefur ekkert högt út af eldgosinu þrátt fyrir að jarðhræringarna séu hann rétt hjá flugvellinum. Þannig að þess vegna segjum við að þessi fréttaflutningur hefur ónákvæmur en hafið áhrif sérstaklega í byrjun ársins en það er ekki lengur svo við erum ekki að sjá neina áhrif hjá okkar viðskiptavinum hvað þetta varðar lengur. Var eitthvað klúður hjá íslensku stjórnvöldum bara að koma í veg fyrir hennar hræðslu áraður eða? Ég veit ekki hvort að megi að segja klúður en hérna við höfum sagt að hérna hjá Icelandair að þeir sem að tjá sig þessi sérfræðingar sem eru hérna bara mikli sérfræðingar hafa mikla dekking á þessu og algjörlega nauðsynlegir fyrir okkur Íslendinga hérna að spá fyrir hvenær fyrir að gjósa og svona og við getum alveg að spáðum það fara svo yfir stöðun og þess áttar en hérna þessir aðilar eru allir held ég með einum öðrum hætti starfsmenn hins opinbera og við teljum alveg að það hefði verið vænlegt og hérna hefði verið hægt að hafa betra skipulag á frásögninni hvort þessir aðilar hefði getað komið saman á mótnana og farið svona aðeins yfir stöðuna og svo kemur bara svona ein yfirveguð lína stöðuna í stað þess að það verið að grípa hinn og þessa í fjölmiðla viðtölu og svo var bara einhver fyrirsögn hérna worst case scenario coming up eða eitthvað þess að sem fóðs út bara allan heim þannig að hérna að því að við Íslendingar erum náttúrulega að setja og höfum verið gengum tíðin að setja verulega fjármun í svona markasetningu á landinu og stjórnvöld að vera að gera það og það megi alltaf gera betur og ekki síst núna því að það hefur verið dregið svolítið mikið úr þessu þá er ekkert mjög skynsamlegt að starfsmenn hins opinbera séu á sama tíma einhvern veginn að með allir virðing fyrir þeim og maður skilur alveg þeirra stöðu en ég held að það sé hægt að gera þetta með svona yfirvegaðri hætti og hafa betri stjórn á þessu þannig að það sé ekki svona verið að auglýsa morgunin og hérna stjórnvöld að setja hellingsfjármunni í það svona eins og hefur verið gert í tíðina og svo bara eftir háti koma aðilar sem að starfa hjá hinn opinbera líka og einhvern veginn skemma verulega fyrir en ég meina kannski ekki skemma fyrir hérna, þeir eru allir að vinna góða vinnu en hérna bara með því að samræma stöðuna og koma svo fram með einhverja yfirvegar upplýsingar eftir að hafa farið við málun í sammenningu. Já, sko við sáum það einmitt að aðalari ferðarþjónustu voru að tala að Ísland væri að detta úr tísku finnið þið það hjá Icelandair? Nei, en þetta hefur hérna kostnaðar áhrif og við erum að sjá lönd sem við erum að keppa við eins og Noreg og Finnland að norska krónan hefur verið tiltölulega veik og verðbólga á Íslandi og launahækkanir hafa verið meiri heldur en í öðrum löndum þannig að allt slíkt hefur áhrif en til lengri tíma þá telju Íslandi í alveg veruleg tækifæri sem áfangastæði ferðamann að tikka svona í öll bóksin sem að ferðamaðurinn, svona meðal ferðamaðurinn vill þannig að við teljum að framtíðin sé mjög björt þannig að þið finnið ekkert fyrir því?
Nei, við finnum ekki fyrir því og þetta alltaf einhverja sveiflur og eins og við nefndum aðan, við finnum alveg fyrir því að fréttir af Reykjanesinu og fyrir hluta ás hafðu áhrif en okkar mati það að tækifærin séu áfram veruleg sko, en við getum alveg klúrað þessu en ef við gerum þetta vel þá eru tækifærin veruleg sko. Icelandair hefur það sem aðver árið sótt 8% fleiri farþega en á sama tíma í fyrra sem er ánægilegt. Hvað sko bókunarstaða fram í tíman hvað vitið þið til dæmis hversu gott er spágildi núna fyrsta fjórðung á næsta ári eru línurnar farnar að skýrast eða hvenær gerist það? Við erum náttúrulega skrað marka eins og við vitum þið vitið þú mátt bara tala almennt, þetta er ekki eitthvað hvernig hún er núna heldur bara hvað er flugin oft bókuð með löngum fyrirvara? Það er og þetta var jafna sig aftur eftir COVID var bókuna fyrirvaran styttri heldur en fyrir COVID en þetta komið aftur svona svipaðan stað með aðtalið sér gengstar á milli 40-50 dagar þannig að við sjáum alveg ágætlega eins og bara fyrir hluta næsta ás og svo erum við alltaf að bera þetta saman hvernig bókunarstaðan í dag með að við saman tíma fyrra eða fyrir 5 árum og en auðvitað er alltaf einhverja breytingar þannig að við erum með verilega mikið upplýsingum hjá okkur sem við getum nota til að spá fyrir stöðuna. Og það kannski er með annar spurningu hvenær er best að kaupa flugbói og maður að kaupa leið og kemur inn 6 mánuði fyrir getur verið að maður fái betra verð bara, ég veit ekki 10 dögum eða degi fyrir flug. Svona öllu í öfnu að þá er flug ódýrara eftir sem þú bóka lengra fram í tíman það er bara þannig og þannig virka tekjustýring flugfélaga að þeir sem að bóka snemma, langt fram í tíman að þeir fá betri verð og síðan þegar sætin fara að seljast og vélinn fara að fyllast þá eru síðustu sætin alltaf dýrust þannig virka bara tekjustýring í fluggeiranum og það er ekki síst til þess að ef að þú nauðsynlega sem dæmi bara verður að komast til Akureyrar á morgun og gríðarlega mikilvæg viðbörð og þú bara fréttir að því í kvöld og þá viljum við alltaf eiga sæti fyrir þig og fyrir aðeila sem að bara verða að komast og við myndum selja allt bara á mjög lágum verðum og þá myndu vélarnar fyllast bara mjög fljótlega og hefðum þá ekki sæti fyrir aðeila sem bara verður að komast og er yfirleitt mjög þakklátur fyrir það þó að verði getur verið er hærra heldur en það hefur bókað fyrir sko. Þetta er þetta frábær punktur sko. Ég var þakkláttur fyrir 2 árum síðan þegar ég misti fluginu mínu og þurfti að bóka nýtt samtöð. Þú þurftir að koma. Ég þurfti að koma, ég var þakkláttur fyrir það. Ljómandi gott, sko, kannski örsnögt, við tókum þetta aðeins senast þegar þú komst, en á maður alltaf að bóka á Icelandair.is? Alltaf? Já, ég að fara á Google Flights eða... Við reynum nú að mælum með Icelandair okkar síðum en svo vinnum við náttúrulega með mjög mörgum samstarfsaðilum og mælum með þeim líka sko. Já. Klart mál. Það er líklega meira í buddu. Svo er náttúrulega að nota appið og það virka vel og er alltaf í framþróun þannig að þú getur mjög auðvelt að vera bara með símann og bóka flug. Appið er styrla. Og ef að menn er ekki þá kannski fara þær í Sagaklass í appinu. Já. En akkur heitir Sagaklass? Þetta er nú hvað sé, gömul saga en maður þannig að dusta reikið af því en ég held að og Sagaklassin náttúrulega bara frábært nafn og vísjar í söguna hérna á Íslandi og bækurnar og það allt saman en vegna þess að við erum að fljúga milli heimsálfana í gegnum Ísland að þá og ef þú berðu okkur saman við bara business class vöruna innan Evrópu þá erum við með frábæra vöru og bara einu bestu vörun sem þú finnur. Betra en business, já, ok. Já, og flýgur til dæmis innan Evrópu með Lufthansa á business class eða einhverjum öðrum flugfélögum sem eru þá er varan okkar í mjög mörgum tilvikum betri. Síðan eru að fljúga lengri flugleiki og fljúga yfir hafið til Bandaríkjanna og erum ekki að bjóða eins og þetta lie flat og svona eins og mörg flugfélög eru að gera á lengri flugleikjum. Þannig að þá er varan okkar aðeins neðar hvað var það gæði heldur en besta varan
á meðan að Evrópuleikjunum eru vilja með bestu vöruna og þannig að þar eru við meira svona premium economy sko. Já. Og þessuna var niðurstaðan að kalla þetta ekki beint business class heldur sagaklass. Þetta er ekki eitthvað svona lögvernd að því að sko þetta er trick question hjá Leif sko að því að þú veist gánugarnir segja að þið megið ekki kalla þetta business class eða first class. Er það ekki rétt eða? First class er svo annað, til þess að bóka hérna til Asíu að þá er hérna business class og svo first class. Já. Og hérna og business class er bara ákveðin hérna bókunarflokkur. Já. Bókunarklassi og svo ekki first class og hérna og sagaklass er bókunarflokkur eins og business class vara hjá öðrum flugfélögum. Já, hafið þið lent í því sko að aftur ég er að tala um það sem ég hef heyrt sko að því að þið eru langbesta flugfélagið á Íslandi en að þið lent í til dæmis þeir eru kannski að fljúga út með fólk sem á mjög mikinn pening og þeir eru kannski ekki sérstaklega spenntir fyrir að fara í rútunum út í vél. Ég ekki endilega bara fólk sem á mikinn pening sko. Nei, en svona, ég get alveg látið mig hafa það sko. Þegar ég rætti þetta er bara eins og vorum að tala um áðan einn tengslum við upplifunum í Keflavík hérna, hún mætti alveg vera betri hvað þetta varðar það eru hlutfallslega of margir sem eru að fara með rútum út í flugvélar og þetta er eitthvað sem við erum að vinna í með Ísafi og hérna fjölga stæðum við flugstöðina þetta er ekkert frábær upplifun að koma hérna frá Norður-Ameríku og þurfa svo að fara út í suttan og það sé hressandi. Þetta væri líka skárra ef við værum á Spáni sko. Ég er ekkert endilega viss sko. Nei, kannski ekki. Það var einhver trúandi hitta. Nei, ok, kannski, já. En hérna, já, að fara kannski út í hérna niður landganginn og út í strætó og í misjöfnum veðurum og svo inn í flugstöðun og það geta verið mikið trengsli og svo aftur út í rútu. Já. Þetta er ekki alveg hérna besta varan en hérna við erum að vinna í þessu og heilt yfir gengur þetta ágætlega og hérna endurgjöfum hjá okkar farþegum að er alveg ágætt og hérna við sjáum það alveg í okkar mælingum að þetta hefur áhrif á upplifunum og þess vegna viljum við bæta hana. Já, sko við komum aðeins inn á þetta fyrir þetta, mér langar bara spyrja þér létt sko þegar sko ég var á fyrirlestur í ákveðnum daginn í MBA-náminu mínu og það var að tala um, hann sagði þið væri hybrid flugfélag, hann var ekki sérstaklega hrifinn að þið kallaði en þið eru ekki lággjaldaflugfélag, þið eru ekki hágjaldaflugfélag þið eru svona viðreist framsókn sko, þið eru ekki hægri og ekki vinstri sko, eða þyrftu að tegja ykkur í aðra hvora áttina eða viljið bara vera akkurát á miðunni? Við viljum bara vera það sem við erum og hérna þetta eru alltaf eitthvað að fínpúsa og hérna og hreyfa vörunum þjónustunum eitthvað aðeins svona eftir hvernig markaðurinn þróast og eftir hvað bara farþeginn vill og hérna en eins og við vorum að fara yfir áðan að við erum hérna á Íslandi og erum að fljúga langa leggi til Norður-Ameríku og svo stutta leggi til Glasgow sem dæmi og við erum að notast við sömu vörun á þjónustuna og sömu vélarnar það er bara mjög mikilvægt upp á einfaldleika og hérna þannig að með þessu teljum við séum að hitta nokkuð vel á þetta svo er náttúrulega líka þannig að við erum að vinna með mjög marga viðskiptavina hópa bara sem dæmi, við erum með hérna, viðskipta ferðamenn frá Seattle sem er að fljúga hérna langa leggi til Íslands og svo áfram til Evrópu sem gera ákveðna kröfur sem við reynum að mæta síðan erum við að fljúga með bakpoka ferðalanga frá Þýskalandi sko, sem er með einhver alltara kröfur og með þessari vöru og þjónustu sem við höfum hann náum við að uppfylla væntinga beggja og ná til beggja og síðan eru fleiri, það er skólahópa frá Bretlandi og svo mætti lengi telja sko, þannig að þetta er hérna, við þurfum að vera svona mjög dýnamisk í þessu og ef við værum bara svona flugfélag eins og Singapore Airlines þá myndum við aldrei ná að hérna með hérna bara háklassa við erum náttúrulega með háklassa vöru og þjónustu sko en hérna með ákveðnum hætti. Já. Þannig að þetta er freka kostur heldur en galli að þið geti hallað ykkur í báðar áttir. Já, og við þurfum að gera það bara út af þessari staðsetningu okkar og út af því að við erum að vinna með mörgum hérna bara hópum. Algjörlega. Já. Orka náttúrunar. Já. Ef orkan er hrein, liggur gatan greið heim. Fyrir okkur tveim. Rétti þeir Birgir. Og orka náttúrunar og Icelandair eiga það sameiginlegt að vera með frábært app og notandavænt. Já, vá. Hvet alla til þess að sækja það og appið. Já.
og svo það strúktúrmenn strúktúrhúsin eru engu lík, þau eru svo glæsileg. Ég verði eiginlega bara hvetja ykkur til að followa strúktúr á Facebook og Facebook. Já, bara þó sé ekki nefnum bara til að sjá úrvalið, sko. Þeir eru með hús, vöruskemmur, golfherma, þetta allt þetta. Já, það alltaf þetta, sko. En strúktúr þeir getur græða nýjan flugvél, sko, í hvassárinu á einu degi, sko. Já, þeir eru sérstakir áhugamenn strúktúr og kannski til þess að slá botnin í. Já, mér langar að taka aðeins innvolsi í flugvélunum. Bói, þú talaðir það að þið gætu fjölga sæturum 10 í vélni, en það myndi kannski ekki endilega vera leiðin. En hefur þú séð vélarnar þar sem að þú setur sæti eiginlega ofan á önnur sæti og annað fyrir neðan og ská einhvern veginn? Er það strúktúr sem þið hefur pælt í fyrir Icelandair vélarnar? Ertu að tala sæti þar sem að fólk getur lagst niður og sofið? Nei, ég tala ská og annað eiginlega undir og þú næstu með efri hæð sem að leggst bara yfir. Nei, ég hef ekki séð það ekki í svona, það eru flugvélar sem eru með 2 hæðir, sko. Já. Þú ert líklega ekki að tala um það. Nei, ég er ekki að tala um það, sko. Nei, þetta ekki mjög Icelandair-legt, sko. Nei. Ég man ekki til að sé það, sko. Já, við sýnum þetta eftir þátt. Hann settiði meili fyrir hvort að sé eitthvað í þessu. Hann settiði teikningar. Já. Birkir, má ég sjá? Já, ég meina góða þetta. Eina, við erum búin að vera marga góðar og Bogi er búin að svara eins og hetja. Ég reyna að gera mitt besta. Já, þú ert að gera það. Sko, fyrsta spurning. Fyrsta? Í þessum flugvél. Já, rekstu flugfélag í Íslandi. Sko, Inga Sæland, eina valkjörunum góðu sem er að fara að mynda ríkisstjórn, byrjar að skrifa undir stjórnarsáttmála. Hún stutti ekki frumvarp ríkisábyrgð á lánalínum Icelandair í heimsfaraldrinum. Hvernig hefði farið fyrir flugrekstrinum ef frumvarpið hefði ekki verið samþykkt? Þetta ef og hefði er alltaf mjög erfitt. Já, en svona ef við reynum að... En ábyrgðin á þessu lánalínu frá stjórnvöldum, hún var bara mjög mikilvæg í í öllu þessu dæmi og í allir þessari endurskipulagning og kom okkur í gegnum þetta allt saman, en þetta þurfti einhvern veginn allt saman að ganga upp. En síðan eins og hefur oft komið fram að þá nýttum við aldrei þessu lánalínu frá stjórnvöldum sem stjórnvöld báru ábyrgð á. Þannig það kom aldrei beini fjármunir inn í Icelandair frá stjórnvöldum í svona formi sértækra aðgerða. Við náttúrulega nýttum þessar almennu aðgerð eins og öllunur fyrirtækjalandinu. Já. Þannig að það má alveg segja það að íslensk stjórnvöld hafi farið miklu svona, fóru bara mjög skynsama leið og við sáum það alls þar í kringum okkur að stjórnvöld settu verulega fjármunni inn í flugfélögin í svona sértækum aðgerðum í formi lána eða eigin fjár eða styrkja eins og í Bandaríkjunum, þannig að leiðin sem var farin hér á Íslandi var allt önnur og eins og ég segi, Icelandair tók ekki við neinum fjármunum í sinni formi beinna styrkja eða sértækara styrkja, en þessi lánalína var mikilvæg. Já, en þá kannski, við getum líka að tala um þessar lánalínu sem við nýttu ekki, en svo líka bara þessir almennu ríkistyrki sem var farið í COVID, þeir hljóta að hjálpa ykkur hellu. Algjörlega, það skiptu miklu máli, en eins og ég segi, það var náttúrulega almenni styrkir og skiptu við okkur miklu, við vorum náttúrulega stærsti einkarekni atvinnureikandinn á Íslandi og í ferðaþjónustunni og þannig að við vorum mörgulega stærsti í því bara út af því við vorum stærsta félagi. Hvað var þar þessa styrki? Algjörlega, sko þó að Bogi hefði ekki komið til okkar 2,5 ár og þá höfum við alveg verið að ræða Boga á Icelandair í þættinum, sko. Einar Þorsteinsson borgarstjóri var hérna daginn, það sem hann létu orð falla í þetta hjá okkur og honum þetta ótrúlegt að þið hjá Icelandair sem orð hans defaulti á 10 ára fresti fáið betri kjör á skuldabréfamarkaði en Reykjavíkurborg og headlineið á viðskiptablaðinu var galið að kjörin séu verið hjá Icelandair. Ætti Einar kannski að líti eigin barn? Ég held að sjá hann eftir þessum orðin sínum og baði mig allavega afsökunar í símtali og enda er þetta náttúrulega bara kolrangt hjá hann. Icelandair hefur bara ekki defaultað og hefur alltaf borgað alla sína reikninga í 87 ára sögu sem er nú meira en mörg flugfélög geta sagt. Og Icelandair er mjög stolt af því og stolt af þessari löngu og sterku sögu, þannig að það sem Einar sagði er bara kolrangt. Já, hann fór bara með rangt mál hana. Algjörlega með rangt mál. Gaman að við sem hafa svo mikil áhrif að borgarstjóri sér og svo síðast er ekki síst í þessum varaflokki, sko, og ég held nefnilega að Einar Örn Ólafsson var hjá okkur rétt ára einamæti og hann segir þetta líka nefnilega, hann segir þetta defaulti á 10 ára fresti og talaði þetta væri ósangjart samkeppnisforskot sem þið til dæmis hafið yfir Play og talaði líka vildakerfið ykkar hjá ríkisstarfsmönnum og fleira. Þú vísa þessu kannski til Föðuróssonar líka? Ég veit bara ekki hvað þeir verið að tala þegar þeir verið að tala að Icelandair sé búið að vera að fá ríkistyrki og þess að ég er náttúrulega ekki rosalega mikið að mér í þessari löngu og miklu flugsu hérna á Íslandi en ég fór hans yfir það áðan varandi COVID að Icelandair tók ekki við beinu fjármunum í formi sértækra aðgerða
við Icelandair fekk ábyrgð á lánalínu frá stjórnvöldum en eins og ég fór yfir áðan að öll hérna flugfélög hérna í kringum okkur eða flest flugfélög í kringum okkur fengu beina fjármuni þannig að það sem var gert hér á Íslandi var svona með öðrum hætti og bara mjög skynsamlegt. Svo alltaf verið að vísi það hérna hjá, eða margir aðra að tala það að Icelandair og flugleiðir hafi fengið hafi verið ríkistýrt í gegnum tíðina og það bara ránt. Það ránt. Þannig að það ekkert samkeppnisforskot sem þið hafi yfir aðra aðalega á Íslandi? Það samkeppnisforskot sem að Icelandair hefur fyrst og fremst bara uppbygging á mjög sterkum innviðum og leiðakerfi, mannauði sem að félag hefur náttúrulega bara byggt upp sjálft. Já, algjörlega. Ein erfið, eru laun of há í flugbransanum á Íslandi og ég vil bara almennt á Íslandi og gera eitthvað kannski erfitt fyrir í samkeppninni? Eins og við nefndum áðan að við erum hérna vinni í þessu íslenska vinnumarkaðsmódeli sem að og við höfum verið að sjá launahækkanir á Íslandi vera meiri heldur en í löndunum í kringum okkur og það alveg krefjandi staða að vera í og við höfum talað fyrir því hjá Icelandair og að það þurfum við svona að skoða vinnumarkaðsmódelið á Íslandi og við lentum nú því fyrra að hérna að örfáir flugumferðarstjórar bara lokuðu landinu og höfðu verulega neikvæð áhrif á okkar rekstur og ferðarþjónustunar og með einhverjum kröfum sem að voru langt umfram það sem að allavega að fréttum að dæma sem voru langt umfram það sem að kerfið hérna þoldi og það ekkert hérna sjálfbært að það geti verið staðan að hérna fámennir hópar geti haft svona mikil áhrif og hérna sérstaklega að kröfunar eru ekki sjálfbæra og út fyrir það sem að svona útflutningsgreinina þola. Og það náttúrulega hefur verið talað fyrir því að það þurfum við að styrkja valdheimildir ríkissáttasamari og vonandi tekur ný ríkisstjórn það alvarlega. Já, eru þið að skoða að taka playleiðin á þetta og færa höfuðstöðunar ykkar frá Íslandi? Nei, við erum ekkert að skoða neitt slíkt. Við erum mjög ánægð með það að vera íslenskt flugfélag og hérna við í þessari íslensku starfsemi og í þessu íslensku umhverfi. En það bara mikilvægt að Ísland sem hagkerfi stjórnvöld hér horfi til þess að Ísland sé samkeppnishæft við hérna löndin í kringum okkur. Talað höfuðstöður, ég kíkti þarna til ykkur á Natúra þarna fyrir 2 vikur síðan, þá verið að fylla í síðustu kassana, þetta allt klárt eða? Já, nú þetta bara allt klárt og ég flutti í dag á nýjan stað sem var alveg frábært og hérna og ótrúlega skemmtilegt og mikil tækifæri því að vera komin með alla starfsemina hérna á höfuðborgarsvæðinu nema það sem á Reykjavíkurflugvelli undir eitt þak og það sem við erum búin að sameina skrifstofuna við þjálfunarmiðstöðina okkar og vera komin nær núna flugvellinu í Keflavík, það bara veruleg tækifæri því og við erum að þróað og hannað þennan nýjan vinnustaf út frá okkar nútíma og framtíðar þörfum og bara frábær stemning á fyrirtækinu í þessum nýja umhverfi. Já, Robert. Já, klart, ég held við séum bara komin í riddararspurningar. Já, það var reyndar alveg nóg af þeim. Já, það hönnuðust inn. Já, sem alltaf ánægilegt. Það alltaf gaman. Takk fyrir að senda inn spurningar, kæru hlustendur. Já, sko það að sjálfsögðu búið í Sútöp sem íslensk framleiðsla. Rétt. Alltaf gaman að, sko það ekkit alveg eins og með mexikóska matinn að það sé fólk sem tilbúið að standa í því að gera íslensk föt. Rétt. Það bara ekkert grín í þessu ekstra umhverfi sko. En Sútöpmenn gera það og þeir gera það listilega. Bói, hefur einhvern tíma verslað við þá herramenn? Já, ég hef gert það. Bara líka vel. Vel gert. Já, ánægði með þig. Og svo það búlan. Ertu búlugall? Það maður dettur stundum á búluna sko. Já, jólaborgar. Sælir. Ertu búin að smakka hann? Nei. Ég líka aldrei að hlusta heiðalur. Nei, ég fer alltaf í tilbúð. Nei, veistu hvað ég fer alltaf í? Hvað? Ég fer í 2-faldan kóng sem sko 150 sinni 2. Já, og setur brauð á milli? Nei, ég ger það nú ekki. Sko. Ég get valla að borða þetta. Eða þá meina ég þetta svo stórt, sko. Ég helska að borða þetta. Herri, það komið að riddarspurningunum. Já, svo fyrsta, hún opin. Hvernig var að reka flugfélag í heimsfaraldri? Það var bara virkilega krefjandi verkefni en hérna Já, það. með hérna bara frábæri teimi og bara frábært viðskipti líka sem að koma okkur í gegnum þetta. Ég ætla bara að rósa Bóa fyrst ég með þetta bara þegar við staðið ykkur algjörlega frábærlega og bara frábært að heyra hvað það gengur vel hjá okkur núna. Takk fyrir það. Verðið flogið til Kaliforníu með tilkomu nýju XLR þóttunar? Já, ég reikna með því. Vá, sælis.
Benedikt Björgvinsson spyr Það er nú erfið. já, hversu hátt gæti gengið á æs farið í fullkomnum heimi árið 2025 ætlar að minna á þessi á markaði Já, við erum bara, eins og maður segir alltaf, við fókusurum á reksturinn og svo Sér markarinn sitt. sér markarinn sitt, sko. Já. Allir hjá Búdvar auðvitað Já, ég er að opna mér einnig gullið. Glóðvolkan. Glóðvolkur ég er í ísköldum Út í klakanum, þeir í klakanum. klaka, Við erum í köldum klaka hérna. En Alli að Búdvar, hann spyr sko, já við tókum þetta aðeins áðan, hann spyr minkandi áhugi En þá er þetta að taka auka spurningunars. Akkurat, ef svo eða ekki, hvað geta stjórnvöld gert til að auka hann? Áhugan á Íslandi. Og gegna þau mikilvægur hlutverki Já, stjórnvöld gera það og við erum að sjá stjórnvöld mjög margra landa fjárfesta í markaðssetningu á áfangastanum Já. og svona awareness markaðssetningu og fjárfesta því og svo koma að ferðarþjónustu fyrirtækin flugfélög í svona sölu markaðssetningu meira og þetta er eitthvað sem að stjórnvöld á Íslandi þurfa að gera meira af og vera meira í þessu svona bara long term og horfa á þetta sem bara hluta af hvað sé árlegu verkefni þetta við höfum svolítið verið í svona krísumót alltaf í þessu það er Eyjafjalla Jökulsgaus í faraldrinum og þess aftar en stjórnvöld eiga að horfa á þetta meira sem þetta er bara hluti af því að ferðarþjónustan í Íslandi er stærsta útflutningsgreinin og er að skila gríðarlega miklu inn í ríkissjóð og ef við tökum flug og ferðarþjónustu saman þá hefur þetta alveg er þetta bara gríðarlega mikilvæg greina fyrir Ísland. Ég ekki líka bara að þetta er ekkert eitthvað peningur út fyrir þið, þetta er fjárfesting sem það er margvælt tilbaka. Margvælt tilbaka, það er náttúrulega margsanna sig og eins og ég segi, við horfum á hérna löndin sem við erum að keppa við, þá er það þannig að stjórnvöld þar eru heilt yfir að setja mun meiri fjármuni í svona markaðssetningu á áfangastanum og gera það strakidist og gera það hverju ári og við þurfum að horfa miklu meira til þess að gera það með þeim hætti heldur en að þetta alltaf í svona krísugýrin þegar eitthvað kemur upp. Ein erfið svona on the spot, hvaða lönd er að standa sig best í þessu, að markaðsetta sig? Já, svona gegnum tíðana, það er svona ýmis lönd sem hefur verið að skoða, Nýja Sjáland hefur til dæmis gert þetta mjög vel, við erum að sjá Noreg núna hérna, standa sig vel og fleiri lönd, Finnland sem dæmi, það er náttúrulega landi sem við fylgjum svolítið vel með að þið verðum svolítið að keppa við þau. Þannig að hérna, já sem dæmi. Já. David Jones menn minna auðvitað á döðlurna góð jólagjöf, góð viðbót við jólagjöf. Já, viðbót, já. Þessi gefur ekki konuðin döðlur jólagjöf en geti gefið henni hálsmenn og döðlur. Já, það eru góðar. Sjoklaða bollir, döðlur eru náttúrulega fáránlegar. Ok, það myndi mögulega sleita. Mögulega þær. En sko, David Jones menn þeir spyrja sko, það er aftur markað spurning. Það var ákveðin auglýsing sem að stakk í hjá þeim. Eitt í fríið, ekki flugið. Var auglýsing frá Play það sem var mynd af Playvél og síðan var svona í að því það virkaði svona eins og 7-5 blá, hvít, eitthvað er einhver svona smá kergja milli hinna íslensku flugfélagi að tvekja? Ekki allan að milli, ekki frá okkur í garð Play, við fögnum samkeppninu og hérna berum miklu virðingu fyrir þeim og því sem að þau hafa verið að gera marga frábæra hluti og þannig að við óskum þeim velfarnar í því sem að þau eru að fást við. Sástu þessu auglýsingu? Ég heyrði af henni en ég horfi henni bara á þegar ég fyrir frí þá finnst mér flugið bara partur af fríinu og þess vegna vil ég að flugið sé bara mjög góð upplifun eins og fríið heilsinni þannig að ég er alveg til í að horfi bara á það að heildar upplifunu skipti máli. Þú ert kannski að fara í viku frí og 2 dagar að fara í flug sko. Þannig að maður vill fá góða þjónustu og upplifum þar alveg eins og í það sem eftir kemur er á milli fluga. Ég verð að taka undir með Boga því að þú veist allir að tala um þú ert bara mættir í útlanda en flugið byrja þegar þú ert mættir í flugvélina sko, mættir á Keflavíkurflugvöll, mættir í Lánsið kannski eitt sem algjörlega sammála. Já, það ekki kannski eitt sem ég langar að spyrja sko, hvort hefur haft meiri áhrif á ykkur innanhús að koma, þegar Váver var að mæta á markað heldur en Play, hafið þú veist auðvitað þið breyttið dóltið rekstramódulleika þegar Váver mætti, en hafið eitthvað verið að horfa til Play?
Við náttúrulega fylgjast mjög vel með allir í samkeppni og umhverfinu okkar og það er bara hluti af starfseminni og hvað sem að sé flugfélag eða félag einhver annari grein að samkeppnin og samkeppnis umhverfi skiptir miklu máli og þú þarft að fylgjast með og aðlaga þig og spá í hvernig hérna frambúðum minni þróast og hvernig er varan að þróast sem þú ætti að keppa við þannig að sjálfsögðu hvað sem að sé Vá eða Play eða EasyJet eða einhverju aðri við fylgjast mjög vel með og og það er bara hluti af okkar starfsemi Að því ég pæli í hvort að kannski Váver hafi til dæmis bara haft jákvæð áhrif á ykkur til dæmis bara því að fóru þá að bjóða upp á þetta Economy Light og allt það dæmi sko Já, en við sáum náttúrulega líka þá og við höfum séð þá þróun hjá mjög mörgum flugfélögum að bjóða upp á svona strípað fargjald má segja sem ekki er innifalli og Economy Light er bara, hvað að segja það hjá okkur, þannig að það er ekki eitthvað endilega Vá eða Play, það er eitthvað sem við höfum bara verið að sjá mjög víða í flugheiminum sko. Já. Væri hægt að leyfa sætunum að hallast aðeins lengur aftur spyr Páluna Axelsdóttir Græði þetta Það er spurning hvað farþeginn fyrir aftan segir Já Látum okkur sjá Sissó Jón spyr ertu búin að ná þér eftir að Sissó vann þig í Íslandsmóti golfklúba árið? Það er nú svo langt síðan alveg búin að jafna með því Hann spyr, hann lætur knjafylgja kvið og spyr var erfiðar að eiga við mig eða hvort það meira krefendi að eiga við mig eða að reka Icelandair í COVID Ég er náttúrulega að tapa fyrir honum þannig að það var mjög sárt en hérna við komumst í gegnum COVID og en já þetta var svona aðeins ólík viðfangsefni Já Látum okkur sjá besti leikmaður sem spilað hefur fyrir Tottenham nokkur tíma Harry Kane Það er Harry Kane Já, þeir voru að tala við vorum með Tottenham mennum daginn þeir gáðu ekki mikið fyrir hann fundust hann ekki mikil Tottenham maður Jú, Tottenham ef við væri með hann í dag þá væri við Toppuðu lík Topnum Já, hérna líka með þennan stjóra, með þennan bolta og Harry Kane sko, það væri hérna við væri Tottenham okay. Viktor Már spyr akkurat hefur trúið í Ange postið Koglu ná að snúa gengi í Spurs við? Já, ég er bara full að trúa honum og það er bara Levi verður að hafa trúið á því líka sko, þá hérna gengur það eftir Þú er aldrei viljað láta reka hann? Nei Þú Levi maður? Hann er búin að vera hann síðan 2001 og við höfum unnið eitt svona frambróðu byggar þannig að hérna það er spurning hvað er að valda þessu það er ekki allir þessi stjóra sem er búið að vera skipt Nei, einmitt nóg á þeim Maggi Lár eða kokkurinn sem golfliðsfélag á Spáni á næsta ári spyr Gústaf Axel Já, var það ekki? Já, ég held að vera tvær mismundi manneskjur Maggi Lár, það er kokkurinn Nei, er ekki Gústi kokkurinn? Gústi er kokkurinn Já, hann er vel og Gústa Brynja Ben hérna aðeins búin að taka þetta hvaða borgum er Icelandair spennt að bæta við sem áfangastæðir Já, svona inn í framtíðin eins og við erum búin að vera að ræða þá erum við verulega tækifæri að opnast með þessu nýju vélum en XLR kemur 29 og þá tölum við Kaliforníu áðan, við erum með Texas síðan í austur hérna, Dubai og þess að þar þannig að það er bara ótrúlega mikil og hérna góð tækifæri fyrir þróun á leiðakerfinu en síðan eru markaðir alltaf að breytast á einhver staðu sem er kannski efstur á lista fyrir næsta ár og hann verður kannski ekki endilega eftir 2 ár sko. þannig að en bara tækifærin eru mikil og við horfum til þessa við erum að núna eins og inn á næsta ár bæði að bæta við 3 stöðum en líka fjölga tíðni á einhverja staði þannig að vöxturinn á milli ára er að koma bæði með aukinni tíðni og 9 stöðum og vöxturinn núna milli 24 og 25 er svona 8% en það er engin vöxtur svona í háanunni við erum meira í því að svona útvíkka að stækka axlinnar eins og við segjum að hérna fljúa meira á vorin og haustin og nýta þá innviðin okkar betur við erum að nota sama flugvélaflota á milli ára og eins og segi þar með að nýta innviðina betur og ekki bara innviðina okkar innviðina í Keflavíkurflugvelli og vonandi innviðina í ferðarþjónustunni heild á Íslandi það ætti að koma öllum til góða Hvaða flugvöll hafið þið svona síst efni á að tapa? Síst efni á að tapa? Já, þú veist að segja bara hann var bara að fara að loka á morgun bara að sá flugvöldi sem myndir síst vona að myndir loka Var það Heathrow-vinni? Við erum náttúrulega með áfangastæði sem hafa verið og eru mjög mikilvægir og inn í þetta kerfi okkar við erum með hérna
Boston og New York, JFK, London eins og nefnir Kaupmannahöfn, Seattle, þannig að þetta eru svona helstu stórir og sterkir áfangastæði fyrir okkur og svona tengja svo við alla hina fjölmörgu áfangastæðina, þannig að þetta vinnur svo allt saman mjög þétt og vel saman. Já. Seinast spurning fyrir hraðaspurningarnar. Já. Hún er í boði bónus. Ég var fyrir ekki Subway. Ég var á Subway daginn. Já. Þetta er bónus bara líka. Já, kannski gera það bara líka, fyrst ég byrjaði. En ég var í röðin á Subway og þetta er svona saga. Ég var að fylgjast, það var náttúrulega löng röð, eðlilega. Já, alltaf löng röð. Ég var ekki En hún er svo fljót að ganga. Hún er svo fljót að ganga. Að ég tók eftir því að það voru mjög fáir að fara í nýju vöruna, bræðingarna. Já, mæl með þeim. Sem mér finnst það svo mikið synd og ég skil fólk vel að vera vanafast, vera bara í túnfiskbátnum sínum eða BMT, BLT en ég hvet ykkur til þess að smakka nýju bræðingarna. Þeir eru rosalega, þeir munu ekki sjá eftir því. Nei. En Subway vilja vita, sko, þeir vorum að koma inn á þess að auka hliðartekjur, auka taska, betra sæti, áfengisalum borð, þessi upsell partur af fluginu. Hvað er þetta stór partur? Skiptir þetta miklu máli? Já, og hvað leggir miklu áherslu á þetta? Já, þetta skiptir máli að hliðartekjurnar og líka geta bara boðið upp á valkosti fyrir okkar viðskiptavinni. Fyrir suma þá er alveg nóg að koma bara með tösku, bara kannski að fara á já, það er bara bakpókan og þá erum við með vöru fyrir þann aðila. En síðan eru aðrir sem að vilja fljúga í bestu sætunum og vera með 100% sveigjanleika, geta verið með innritaða tösku og ýmislegt fleira, þannig að við vorum að tala um þessu strípuðu vöru á sem að flugfélag hafa farið að bjóða upp á. Að við erum í þessari vegferð líka að vera með fjölbreytt vöru úrval, sem eins og ég segi, eru tilbúin bara til að þurfa engan sveigjanleika og þurfum ekki að koma með eina tösku, meðan aðrir eru bara allt á stað og við getum tekið á móti þeim líka. Hvenær fáum við live television í Icelandair-vélarnar? Ég er nú ekki alveg með tímasetningun á því, en með þessum nýju skemmtikerfum sem að koma borði í Airbus vélunum, þá eru möguleikarnir að aukast verulega, hvað var að þróun og þessu. Erst þú að halda niður í andanum fyrir línulegri dagskrá? Nei, ég var til að bara horfa fótbolta hana, til dæmis. Já, það er þetta frábær punktur. Já. Sko, nú er það... Bara sér hugsa, já. Ég verða hana á fréttunum á RÚV. Sko, nú er þetta frægt að byrjastýring flugfélaga er ábrast góð, enda mikið í húi, mikið af dýrum íhlutum í vélarnar og annað. En við vorum að tala einmitt þessar afurðir og hliðarsölu. Sko, byrjastýring er meira af áfengi í vélinni til Tenerife en í vélinni eitthvað annað, mögulega. Er það mikið Íslendingum? Já, það er náttúrulega, við fylgjumst með því hvernig við erum að selja, hvernig salan er á mismunandi áfangastaði og byrðastýringin er í taktu það, af því að við viljum náttúrulega ekki vera með of mikið af vöru borð, því að það þingi vélarna, þannig að það eykur eldsneytis eyðslu og sem er náttúrulega óumhverfisvænt. Þannig að við erum að reyna að besta þetta eins og allt annað í okkar rekstri. Það væri mjög forvitnilegt að sjá hvar hlutfallslega mesta áfengið er. Það er líklega, sko spyrja fyrir vin, er talið ofan í farþega? Það er ekki held ég talið ofan í, en það er náttúrulega fylgst með því að farþegar get ekki verið í slæmu ástandi borð, það liggur í hlutarnins eðli. Já, algjörlega. Herra, það koma hraðspendingunum og þar eru búið bóns. Sko, mér langar fyrst, sko, bónus er bara besta verslun til að versla í, svo vel ég að hvetja alla til að fara í bónus merchin, sko. Húfan, þeir eru með allt, bónus merch, og svo eru þið með jóla, búðir út allt og þeir eru bara að standa sér frábærlega. Og svo er það Kemi, vill konan harðan jólapakka, lítum við í Kemi, Tungaválsveg 10 eða kemi.is. Ég ætla að koma með nokkra hugmyndir handa þér. Boss, rafgeimir, hjólastandur og Peltor heyrnartól. Ég hjó eftir líka að þeir eru ekki bara með Peltor heyrnartólun þessi stóru, heldur eru komið Peltor hljóðeinangrandi heyrnartól, svona plug-in, lítil. Shit, já. Fáránlega góð svona. En já, kaffi eða síkóbóð Nils? Kaffi. Við spurðum að þessu líka síðast, mögulega ertu búin að þróa þinn leika eitthvað, þú ert að fara að bjóða fjölunni í dinner, þú ert í bónus, hvað ætlar að hendi? Sér réttur. Þú er búin að vera að vinna mjög mikið. Þú fær eitthvað. Hakku spagetti.
Slæri í gegn Hvernig áttu næsta ára bílið inn í skoðun hjá Frumri? Það er allavega 25 á honum sko, þannig að það er einhvern veginn næsta ári. Vá, næs fyrir þig Ertu A eða B manneskja? Ég er A-manneskja. Gert uppáhalds áfangastæður með Icelandair í dag? Skotland. Skotland uppáhalds flugfélag í heiminum fyrir utan Icelandair? Southwest. Southwest, já Þessi er góð, sæti við ganga eða glugga? Glugga. Já, glugga Ég geta hort út. Já Fyrir þá hlustendur sem eru að hlusta á hana þátt og þeir eru að ofpeppast og ætla núna inn á vef Icelandair að bóka helgaferð á milli jól og nýjás hvert er að fara? Ég myndi bara henda mig til Orlando. Já, bara í Helgaferð Sunshine. til Orlando, ég ánægður með, já. Nice. Bogi Nils, takk kærlega fyrir komuna og takk fyrir kvöldi. Takk fyrir mig, kjærlega. Gangið þessum allra best. Takk fyrir mig.